Silja Bára Ómarsdóttir, ekki svo vel, það er búið að lóka. Já, takk fyrir og að vanda þakka ég síðan fyrir mörguleiti prýðilegar tillögur. Ég vil taka undir með ýmsum sem hafa tekið til máls það að ég sakna þess að ekki sé hérna inni ákvæðum að minnihluti þings geti skotið málum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel og það sennilega endurtaka Guðmund einhverju leiti til að þetta gæti til lengri tíma stuðlað að betri vinnubrögðum og hef sagt það á sameiginlegum fundum okkar hérna inn í ráðinu. Þannig að ég hvet nefndina eindreiði til þess að skoða þetta en ég get líka komið með breytingartillögu sem væntanlega gengur ekki nógu langt í fyrstu og gert síðan bara aðra sem gengur lengra svona til þess að tryggja áframhaldandi sambærileg vinnubrögð. Ég vil líka aðeins velta fyrir mér og held að ég sé nú beigilega bara taka undir með Eiríki þetta með að hækka 10% í 15. Ég veit að þetta er ekki í samræmi við sko það sem að sést annar staðar og við fengum hérna í greinagerð einhverju samantekt til dæmis dæmi að í Hvíta-Rússlandi væri 33% sem þyrfti að safna og það náttúrulega þýðir að þar eru aldrei neinar þjóðaratkvæðagreiðslur. En þó ég sé nú ekki hrifin af því að tala mikið hvað Ísland sé mikið öðruvísin heldur en önnur lönd og einstakt og sérstakt og dásamlegt og miklu betra en allir aðrir vegna þess að við erum svona bara svipuð og aðrar þjóðir. Þá held ég að sko smæðin sem við búum við, þetta fámenna samfélag og fæð fjölmiðla sérstaklega gerir það verkum að það er miklu auðveldara að ná fjölda undirskrifta hér heldur en í stærri samfélögum. Þannig að ég myndi hallast að því að 15% eða jafnvel einhver fast tala. Ég svona gæti alveg íhugað að styðja það en ég myndi frekar vilja hafa 15%. Læknirinn hérna við hliðina á mér grínast nú stundum með drepsóttirnar að ef okkur fækkaði skyndilega og værum með fasta tölu, hvað myndi þá gerast? Þannig að ég svona hlintari hlutfallinu. Já, þannig að þetta svona punktarnir kannski sem ég með hér. Já, ég vil sérstaklega fagna þess að hafa þetta skerðingar ákvæði inn í fyrstu greininni með að það séu ákveðnar tegundir mála sem ekki má skjóta til þjóðarinnar, heldur þurfi þingið að taka ábyrgð á þeim og held að það sé svona í samræmi við að við reynum að setja alltaf ábyrgð þar sem við setjum vald og það er kannski líka þess vegna sem að ég myndi vilja sjá að þingið hefði þarna líka tækifæri vegna þess að þar er vissulega ábyrgðin. Þorkell var með breytingartillögu hérna sem hann talaði sko þyrfti frumvarp, það kannski sannlega við aðra greinina og ég er pínu hikandi við það að við myndum sko gera kröfu á almenningum að semja frumvarp. Aftur með smæðina sem að Þorkell er nú gjarna á að tala um líka, hvað við erum fámenn, að þá búum við þannig kerfi að við eigum í erfiðleikum með að tryggja starfandi þingmönnum aðstoð við að semja frumvörp sem var hreinlega standast lagakröfur og þó ég sé nú öll undir sterkan opinberan geira þá á ég erfitt með að ímynda mér að ég myndi standa á bakvið hugmyndum að búa til starf þar sem að væri fólk sem er inni kannski bara í hluta ársins við aðstoð almenning við þetta. Þannig að ég allavega myndi þurfa svona skilja aðeins betur þessa útfærslu að fólk leggi fram frumvarp. Ég skil hugmyndina að skilaboð almennings ættu að komast svona eiginlega ómenguð í gegnum þetta ferli til þingsins en ég á svolítið erfitt með að sjá fyrir mér að við gætum gert þetta svo að sómi væri að. Nú þá ætlaði ég nú hérna fyrir hlýða að tala bara þetta með stjórnlagaþingið en við sömdum þessa breytingartillögu þannig að ég held að ég þurfi ekkert að fjölyrða það og aftur bara þakka fyrir góða vinnu. Takk.